Já, velkomin í Rauðan raunveruleika. Í dag erum við með merkilegan gest hjá okkur, Tómas Júlían Knútsson, og hann frá Bláa hernum og þau hafa verið í heil 28 ár að tína plast og hreinsa plast, ég held sérstaklega úr sjónum í kringum Íslandsstrendur og á Íslandi, og við ætlum aðeins að spjalla plastmál, umhverfismál og fleira í þeim túr. Blessaði Tómas, takk hérlega fyrir að koma. Já, takk fyrir að bjóða mér. Og takk fyrir ykkar störf, þetta alveg magnað, þið eru aðalega búin að vera að hugsa plastið, en ekki að þrífa það sérstaklega. Já, sko, að upplægi nú megnið af þessu einhvers konar flotefni, plast, nælon, veiðafæri, sem að skóla nú hérna á fjörunum okkar. En við erum líka að taka fyrir svona opin svæði og hvetja til. Við erum búin að vera með Bláa herinn síðan 1995 og allt þetta nú upp hérna upphafið af þessu öllu saman voru sem sagt nemendur mínir sem ég kenndi að kafa, og þá fórum við svona að tína upp rusl af hafsbotni þegar ég var búin að fá þá til þess að nema svona þau fræði hvernig þetta takast á við það að tína upp svona rusl í körfur og koma með upp á yfirborði, og því miður voru náttúrulega allar hafnir fullar af rusli og drasli og voru búin að vera það áratugum saman. En svona leiðir eitt af öðru. Blái herinn þrífur fjörur og þrífur hafnir og að svona vekja athygli á þessum sóðaskap. Þetta var ekkert annað en sóðaskapur oft á tíðum. Einmitt. Þú varst að segja mér áður en útsendingi byrjaði að þegar þú varst á sjó einhvern tímann þá voru þið bara að kasta svona draslið utan af skipinu og onni í sjóin, og ég hef heyrt þetta frá pappa mínum sem var sjómaður og hann hefur sagt mér hvernig það var ekkert mikið hugsað út í þetta var heimurinn svo stór og við bara köstum þessu út og þurfum ekkert að hugsa það meir. Já, það var til svona slag og sko lengi tekur sjórin við. Já. Og held allir að leiðu þetta væri farið í sjóin og sikki þá sæi þetta enginn, en ég sem kafar, ég náttúrulega var að kafa í höfnunum suðum með sjó og það var alltaf eitthvað nýtt nánast í hvert einasta skipti sem maður kafaði. En svo gerist það að ég lærði að kenna köfun, sportköfun í Flórida, og á sama tíma og ég læri 1991 þá sett á laggirnar svona umhverfisdeild innan þessara alþjóðasamtaka sem að ég tilheyri, og þá kveiknar þessi hugmynd svona í hausnum á mér að það nú að nóg að taka að þrífa heima á Íslandi, hugsa ég lærði í Flórida. Og ég sem sagt gerist meðlimur í þessum umhverfis samtökum, og ég er bara einn af fyrstu meðlimum í þessum umhverfis samtökum, og ég er bara fyrsti maður sem byrja að þrífa neðansjávar bara á heimsvísu. Bara byrja að tína þetta upp. Þú sér allt ruslið og vilt bara koma upp. Já, ég byrjaði að setja þetta inn í kennslukerfið mitt að þrífa rusl. Og þetta verður að svona batteri. Nemendurnir þeir kölluðu sig svona hermenn hafsins og svona, það var alls konar svona, það var voðalega stórt í þeirra augum svona að vera að gera eitthvað svona umhverfisvænt dæmi og gaman að vera að tína upp svona eitthvað, en auðvitað var náttúrulega ekki gaman að vera að tína upp rafgeima sem einhver sjómar hafði fleygt úr trillinu sinni eða bátnum sínum í sjóin, skilurðu. Nei, akkurat. Og þá byrja maður að fara að hugsa, er ekki hægt að koma þessi í eitthvað betri farfi og svona. Og fyrirverandi hafnarstjórinn í Keflavík, Pétur vinur minn, hann gaf mér bara skotleyfa á að þrífa eins og ég vildi, og við vorum með alls konar hreinsunarverkefni
og þrifum fjörurnar í hafnasamlagi Suðurnesja sem hér þá. Og þetta eru 20 tonna af rusli og síðan í restina á bara að koma með krabba og krabbað upp og svona skilur. Það voru seramónir í kringum þetta. En þetta náttúrulega það vöknuðu fleiri spurningar heldur en voru til svör við þá, og til þess að geta að fara að svara einhverju spurningu þá þurftu menn að fara að velta sér upp úr málefninu. Og ég man það að hafnasamlögin og gamla landssamband íslenskra útvegsmanna, þau fóru af stað með hreint hagur Íslands og fóru að banna sjómönnum að henda rusli í sjóin og fóru að taka á móti þessu sorpi og svona skiluru. Hefur þetta verið svona aldamótin eða? Já, þetta er kringum 2000 eitthvað. Og það málaflokkurinn sem sagt, hann er kominn á dagskrá, við getum orðað þannig. Allavega það mitt, já. Síðan er hann náttúrulega fæðast alls konar hugmyndir hjá mér oft með svona af hreinsunarverkefni og fá þennan með mér í lið og hinn með mér í lið og svona, og ég var nú svo lánsamur að bílaumboðið Toyota, þeir vildu taka þátt í velgengni Bláa hersins og veggferð og hafa verið mér alltaf innan handar að vera á góðum Hilux og svona, sem að gera manni lífið mikið léttara. Komast viðsvegar og já, komast og svo er ég að skoða fjörurnar og ég að velta þessu fyrir mig fram og tilbaka, og svo alltaf að koma svona meiri og meiri vakning, því að sko í upphafi þá var mann alltaf útrópaðar alveg sem einhver bölvaðar bjáni, en ég lærði eitt strax, að myndir ljúga ekki. Og ég átti neðan sjá myndavélar og ég tók myndir af alls konar viðbjóði og ég bara kom þessu til þeirra aðalega sem þurfti að taka það til sín. Og hef eflaust ekkert alltaf verið voðalega svona hátt skrifar eða vinsæll með þessar athugasemdir mínar, en myndirnar ljúga ekki. Það sem ég var fyrst og fremst að leita að þá var að ég vildi fá samtal við komandi, hvort við gætum unnið saman í því að bæta þetta. Og þannig vinst alltaf Bláa hernum í lið fleiri, stærri, öflugri aðilar sem vilja leggja málefninu lið. Og það er ekki fyrir en að maður er búin að vera að pöngast í þessu, maður getur orðað að þannig, í eitthvað 20 plus ár, að það verður ákveðin vendipunktur. Ég var þá eiginlega búin að gefast upp, af því að mér fannst þetta ekki ganga nóg hratt, og ég átti þarna nokkur tonn af rusli sem ég var búin að innan gæsalappa, hráefni, ég kallar þetta alltaf hráefni, sko. Þetta er ekkert annað en hráefni. Akkurat. Ég var búin að flokka þetta í ykkur 40 fiskikör og ég vildi fá samtal hjá kerfinu það, getur ekki gefið þessu eitthvað framhaldslíf, betra framhaldslíf heldur en það sem er í boði. Og þú ert þá að tala hann að vinna úr þessu rusli sem er búið að tína upp. Já, hráefninu. Og ég fekk engin viðbrögð. Nei. Og ég var búin að vera að bíða eftir einhverjum viðbröðum í einhverja viku, 7-8-9 daga. Þannig að 2015, þá var Bláa herinn 20 ára og það gerðist ekki neitt. Og ég segi við frúna, ég ætla nú að fara á kodda núna, ég er búin að setja einn status á Facebook, ég veit að ég verð kannski búin að hreyfa við einhverjum í fyrramálið. Svo fór ég bara og svaf eins og unga barn alla nóttina, bara vel hvíldur þegar ég vaknaði morgunin, og ég var búin að lofa sjálfur með því, ég ætlaði ekki að gera neitt, hvorki að hafa síman
opinn, ætla bara að hafa hann á silent og ekki að fara í tölvuna fyrir hádegið. Að ég ætlaði að vera tilbúinn ef þetta hefði kveikt í einhverjum. Svo opnaði ég fyrir þetta í hádeginu og þá bara allt rauðglóandi. Logandi, samfélagsmiðlarnir logandi. Já. Það sem ég sett á Facebook var það að fyrst öllum var sama þetta, þá ætlaði ég bara að henda þessu öllu aftur í sjóin. Já. Og það voru hérna ráðherrar og forstjórar og allskins aðelar búin að hringja í síman því að það var bara 99 missed call, skilur, það var allt á kolmi og þetta logaði í öllum miðlum. Já. Og þarna fór samtalið úr því að ég bauð Stöð 2, henni Lindu Blöndal, að fylgja þessum körum eftir upp í Sorpu þar sem þeir myndu þá geta sagt henni hvað yrði þetta. Og það var ekki að ferð efnisins eða ruslisins. Og það voru 2 tonna af netum og 2 tonna af plasti. Og þá fékk hún þetta bara alveg svart á hvítt. Hvaða ferill var í gangi. Þegar þetta var búið, þetta dæmi, þá fór alls konar ferlar aðrir af stað. Þetta var svona uppvakningardæmi, það var það. Og það er náttúrulega mjög mikil sorg að við séum að grafa allt þetta hráefni í jörðu. Það er viss sorgarstimpill yfir því. En þjóðfélag er að breytast og það er verið að reyna að taka þetta á næsta level, sko. Að ef við tækjum orðið rusl og drasl út og settum bara hráefni og endurvinnanlegt hráefni og þetta fengið svona hringrásar hagkerfi stimpil, þá ertu búin að opna á allt aðra umræðu þetta verkefni. Hvernig nýtum við þessar afurðir eða þetta hráefni? Akkurat, afurðir. Við erum búin að borga dýrum dómi fyrir eitthvað, svo þegar þú ert búin að nota þetta, þá er þetta ekki verðlaust. Og við, sko, mannkynnið getur ekki verið búin með forðabúr þess hráefni sem að hann þarf að nota á hverju ári í byrjun ágúst og vera síðan að vinna síðustu 5 mánuðina árinu inn í næsta ár. Við erum á mjög slæmum stað hvað þetta varðar. Og leið og það verður komin ykkur hringrásarstimpil á þetta og það eru margir að gera ofsalega marga góða hluti, en það þarf mikið meira. Þú ert að tala í ágúst og þá er svona þegar þú setur þetta upp í líkana og tekur árið saman og alla efnanotkun mannkynsins og þá erum við hægt að vera sjálfbær í ágúst. Þá erum við farin að ganga á byrðir framtíðarinnar í rauninni til þess að halda okkur gangandi. En þið viljið taka þessar afurðir, þessi hráefni sem verða til úr alls konar framleiðslu og starfsemi og einhvern veginn koma því aftur inn í hagkerfið svo við séum ekki með þetta ganga á auðlindir framtíðarinnar. Já, þetta er ekki flókið mál. Við höfum ekki efni á hinu. Nei. Við eigum börn og barnabörn. Ég á sko 5 dætur og 14 barnabörn. Og þau verða að eiga framtíð. Mín kynslóð má bara ekki haga sér svona. Það er grunnurinn í þessu öllu saman. Við höfum ekki efna á að láta svona. Nei. Þess vegna tel ég að það er smá svona ljós í myrkrinu, það er vendipunktu, það eru rosalega pælingar mjög víða. Ég hef verið að vinna með rosalega mikið af góðu og skemmtilegu fólki í gegnum tíðina, alls konar listafólki, hönnuðum, fatahönnuðum og alls konar fólki sem er að spá og spekula, fullt af fólki úr fjölbrautaskólum sem er að koma með mér í ferðir, fá að tína
hráefni upp og fara og reyna að búa til eitthvað og gera eitthvað og allt og þetta eru svo miklar gleðistundir fyrir mig að þetta sé í ferli í einhverjum skólum að gá hvort að sé hægt að nota þetta eða nota þetta og ég til dæmis ennþá með gám fullana fjörugóssi frá 2021 merta hérna hinum ýmsu fjörur sem við þrifum þá á Reykjanesinu og það eru verið að rannsaka þetta og það er verið að gera mikið meira úr þessu hráefni og velta þessu mikið meira upp heldur en var og það er ávinningur. Mikið lemiti að fyrir aldamótina þá ertu svona óþægilegi gaurinn og fólk sem að benda á þetta, það bara, þetta svona eitthvað sem að trufla venjulegan gang lífsins og hagkerfisins og fólk vill ekkert mikið vera endilega að velta þessu fyrir sér, þetta óþægilegar staðrendir svona sem að fólk kannski vill ekki alveg taka inn, en nú meðvitundin orðin mikið meiri, við gerum okkur betur grein fyrir þessu og hvað þetta mikilvægt, en það er kannski ekki ennþá komið nógu mikil orka í þetta frá ríki og sveitafélögum og fyrirtækjum og fleiri stofnunum, eða hvað myndir þú segja við því? Sko, það er nú spurningi hvar ég á að draga línuna og hvaða sem ég má segja á þess að ég verði tekinn og settur í þennan person non grata flokk, skilurðu. En ég er nú búin að taka marga slagi í þessu í gegnum tíðana og ég er nú ennþá uppi standandi og ég hef þurft að svona lifa með sitt lítið af hverju í kringum þetta. En það sem ég held að sé að gerast núna er það að ég er búin að benda á það hvað þetta kostar. Hvað kostar að gera ekkert? Áttu við það? Bæði og. Já. Við getum ekki hort fram hjá því að bláa hagkerfið okkar Íslendinga er 20 milljarða króna virði. Við megum ekki við því að einhverjir óvinnveittir okkar bláa hagkerfi setji sig á háan hest og segja frá því hvað við gerum ekki. Þannig að við þurfum að vera þar á tánum að vera að gera góða hluti og auðvitað eru allir að hampa því að þeir sé að gera þetta og gera hitt. En ef sú staða kæmi upp að einhver myndi geta gefið okkur þannig höggstað að við þurfum að vinna okkur út úr einhvers konar ímyndar vandamáli sem við erum komin í, þá myndi örugglega verða til alveg rosalega mikið af peningum til þess að laga það. Já. Ég vil vera hinum einn, ég vil bara vera alltaf að segja frá því, vinna með þeim sem vilja koma í það teymi og efla það teymi, því þá erum við enga stund að kýla hitt niður ef að það skildi koma upp á yfirborðið. Þá erum við búin að búa til að gera svona ákveðna grunnvinnu og erum komið með starfsættina sem að gera okkur kleift að taka á þessu. Já. Sko, í mínum huga eru umhverfismál stærsta málið. Af því að þessi pláneta sem við búum á jörðin okkar, hún er að verða fyrir svo miklu offorsi af mannavöldum að það eru bara þvílíku svæðin að verða óbyggileg og allt þetta fólk, það þarf að koma sér af svæðunum sem að fer inn á innviði annarra þjóðríkja og skapar þar þvílíka spennu svo öll þessi neysluhyggja og þetta brjálæði, það er alltaf allir á 200 skilurðu og þeitast í raun og veru fram úr lífsins gæðum vegna þess að þið geti ekki bara gengið venjuleg lítil skref í því að lifa. Akkurat. Og það verða svo miklar öfgar. Það er náttúrulega skal engan undra það að margir vilja komast í það að nýta sér Ísland, því að Ísland er líklegast einhvert gjöfulasta land af ákveðnum gæðum sem að önnur lönd hafa ekki. En við megum þá ekki vera með eitthvað handónýtt regluverk sem er að leyfa öðrum að
þurrka sér á okkur á skítugum skónum sko. Mér dettur í hug, ég veit ekki alveg kannski nákvæmlega hvað að tala en mér dettur í hug álverin sem að fá rafmagnið hræjódýrt og komast einhvern veginn upp með það að borga eða engan skatt tilbaka, þó þau borgi góð laun að þá komast þau undan skatti vegna þess að þau segjast að reka sig í tapið þó þau sem er mjög arðbæra starfsemi og nú er ég bara að tala, ég veit ekki hvað þér finnst þetta en vindorkuverin sem við erum að sjá að rísa upp, þau eru ekki í eigunni rekstri landsvirkjunar heldur þetta erlendir auðringjar sem að koma með þetta inn líkt og með fiskgjaldið og ætla að fara að draga út allan hagnað úr því þó að Ísland sé nú þegar með, við erum með mestu orkuframleiðslu á haus eiginlega í heimi að því við erum það fá og við erum það mikið að jarðvarma og svona en nú er eins og það liggir rosalega á að fara að byggja fjöldan allan af vindorkuverum til viðbótar og það er eitthvað svo fáránlegt að það verði ekki eigu okkar heldur verið hagnaðurinn og því kreistur út og maður hefur áhyggjur af því að það eru önnur sjónarmið sem eru að fá að vinna svolítið þessa umræðu hvað er til ráða og hvað þurfum að gera og hvernig tökum við á þessum vanda að það hagnaðar sjónarmiðið að eigin hagsmunasemin að hún einhvern veginn nái að vinna út. Já, það er stór spurt. Það er stór spurt, já, kannski ekki alveg víst. En ég skal bara afgreiða þetta mjög snögglega, sko. Við eigum ekki að leyfa fiskeldi í þeim farvegi sem það er í dag, öðru sem það sé á landi. Þar er þetta búið til hringrásarhagkerfi og virkar mjög vel. Vindmyllur, gleyma því. Við eigum að efla svona smávirkjanir í kringum bæi og litla staði þar sem að einhver á sem að er búin að renna í gegnum fjallsliðina í 100 ára. Ég hef komið á bæi þar sem er svona smávirkjanir og þau eru ekki eins og tengd við landsnet, skilurðu. Já. Ég vil sjá meira af svona sjálfbærni eiga sér stað þar sem að það er hægt og varðandi það hvernig við göngum þessar stórvirkjanir eða hvað þetta er kallað hérna álver og Grundartangi og allt þetta dæmi. Þetta er náttúrulega vola sorglegt ef að regluverki er þannig að það er hægt að vera að klína þess alltaf í einhvern skuldarfasa þess og grus til þess að komast fram hjá einhverju að greiða hér skatta og skyldur. Það eru náttúrulega kostnir hér á 4 ára fresti aðilar til þess að reyna að sporna við því að við séum auðseljanlegt batteri daginn út og daginn inn og því miður þá hefur það batteri bara stundum verið ekki þroskaðar en það að við höfum látið glepjast af tróðfullum, töskum fullum af dollurum og hlaupuð eftir því og það er bara mjög sorglegt sko. Það er mjög sorglegt með þessi náttúrugæði sem við höfum og möguleikana. Já sko þegar er verið að selja aðgang að landin okkar þá þarf hann að vera þannig að það verður bara að vera stjórn á því hvernig þetta gengur fyrir sig til þess að við sem búum hér þurfum ekki að lúta í lægra haldi fyrir því að vera að leyfa öðrum að ráðskast með allt milli himins og jarðar hérna. Ég get sagt þér það að þegar ég var að flytja inn hérna kafara á sínu tíma til þess að koma og kafa hérna á Þingvöllum og hinga og þanga landið þá vorum við með svona metnaðfullt umhverfisverkefni að vera alltaf að fara með það á staði þess að við vorum þá búnir að þrífa og svona svo þau fengi svona virkilega svona upplifun af hreinleika og svona og svo lét ég nú þetta fyrirtæki frá mér og það lifir og dafnar í dag mjög flott heitir dive.is ég fór svona meira þá að vera bara að
vekja athygli á rusli og drasli og svona í náttúrunni og ég get sagt þér það, Karl, það alveg sama hvar ég fer á landinu. Það skiptir engu máli þótt að séu 10 kílómetrar í næsta hús. Ef ég fer bara og byrja að labba og ég tek með mér poka til þess að tína rusli, þá ég búin að fylla hann eftir hálftíma. Úff, já, það hrikalegt. Það svo mikið drasl í umhverfun okkar sem fjúkandi út allt, að það alveg sama hvar ég fer. Þótt ég fari út í mitt raun hérna á Reykjanesskaganum, þá finn ég eitthvað tengt rusl neðan af fjörunni eða frá nærliggjandi sveitafélagi eða eitthvað. Þetta kannski góð æfing fyrir alla að prófa bara að ganga nærumhverju sitt með poka og sjá hversu fljót þið eruð að fylla pokan af rusli. Já, og hugsa ef við vildum virkilega hafa landið okkar hreint, þá þyrfti að vera til hér einhver öflugur umhverfissjóður sem myndi kaupa af þér pokan þegar þú ert búin að fylla hann. Það er gáfað. Veistu það? Landið, það þið hreint á 0,1. Akkurat. Þetta að vefjast svo fyrir fólki núna að það rosalega kostnar við það að þrífa rusl. Það svipa á kannski á með dósinar og maður sér að fólk verið að safna þeim og svona. Þau getur líka verið að safna rusli. Það verið bæði tækifæri og mjög gott fyrir alla að gera þetta. Ég hef sagt þér það að það eru til aðilar á Íslandi sem að fara og þrífa sínar fjörur og það kannski rekur þarna á land 1, 2, 3 tonn og þegar kostar orðið 150 skall að farga 1 tonni af þessu fjörurhráefni, þá fólk kannski ekkert endilega að hlaupa í það að vilja eyða 100.000 í það að hreinsa fjörurnar sínar. Það fáránlegt, einmitt. Það hvatanir séu þannig einmitt að þeir refsa því þú drukkaður fyrir það að þrífa og ganga frá afurðinni. Ég að vinna í alls konar verkefni núna og ég að reyna að koma því þannig í gegn að það sé alltaf hvati til þess að vera umhverfisvænn og að þrífa vegna þess að þú munt fá umbun fyrir það að hafa tekið þátt í þessu. Mesta umbunin náttúrulega alltaf svo að umhverfið fær að njóta sín í sínu rétta ljósi en það sem að ef þetta væri til dæmis, ég hef komið því í kring til dæmis hjá sveitafélögum að það sé fjáröflun fyrir íþróttarhreyfinguna ef við komum til sveitafélagi að taka dálítið hressilega til hendinni og ég hef notað mikið af fjármunum sem Bláa herinn hefur fengið í styrki til þess að taka með mér íþróttarfélög til þess að koma og þrífa fjörur eða þrífa svæði og ég að spá því að svona verði þetta í framtíðinni. Til dæmis Fisk Seafood, þau gerðu þetta í fyrra að þau létu íþróttarhreyfinguna þar fá x ákveðna peninguppað per þáttakanda og það var bara tekin heill dagur í þetta og áður hún vissir að það var bara búið að hreinsa ykkur 9 tonna rusli og íþróttarfélagi var komið með nokkra milljónir í peningastyrk. Og þá spyr maður sig, get ekki önnur fyrirtæki gert þetta sama annar staðar? Það voðalega vinsælt núna að vera með árskýrsluna sínar uppsprengdar af eigið ágæti kringum þetta og hitt, hringrásarhagkerfi sjálf, samfélagslega ábyrgð þetta og hitt og bla bla bla. Þetta heitir alls konar svona fancy nöfnum, en fyrst og fremst á þetta bara heita það að ég sem Íslendingur, ég vil ekki hafa landið mitt á kafi í drasli og þá þarf ég bara að gera það sem þarf til þess að hafa það hreint. Ég er með 100 sögur af fólki sem gengur sömu leiðina, sömu fjöruna, sömu þetta, sömu hitt og það kemur alltaf með fullfermi tilbaka, ár eftir ár eftir ár. Út af hverju þetta svona? Það út af því að við höfum enga virðingu fyrir umhverfinu okkar. Við erum einhvern veginn á einhvern ákveðin hátt, erum við ómeðvituð svona orsök og afleiðingu kannski af því sem við gerum og hvað verður síðan það yfir lengri tíma litið. Ég get nú bara upplýsta hérna, fyrst að maður svona rauður núna. Þetta staðurinn. Að ég í alþjóðasamtökum
sem heita Let's Do It World og við erum að þrífa rusl og drast út allan heim og við erum að vekja athygli á alls konar hlutum og það í bígerð að setja upp flettiskilti á vinsælum stöðum sem eru bara flettimyndir af rusli og drasli í náttúrunni eins og þetta og svo stendur bara welcome to eitthvað, skilurðu ég ansið hræddur það að muni fara fyrir brjóstið á einhverjum. Já, heldur betur að ertu það að meina að þú kemur inn í bæjarfélag og þú sér svona myndsirpu af rusli þarna við sveðum náttúruna í kring og þannig, já, einmitt. Ég ansið hræddur að það muni loga einhver staðar. Það fólk sem talar oft þetta einmitt að þetta fyrst og fremst eiginlega ómeðvitund af því að þegar þú ert að kaupa einhverja vörur sem eru framleiddar í Bangladesh og í Kína og einhvers staðar í Bandaríkjunum flutt fram og tilbaka að maður gerir sér enga grein raunverulega fyrir öllu sem er á bakvið því þessa skófluna sem þú ert með eða hvað það þú veist, og það alveg risavaxi ferli í kringum þetta allt sem hefur í för með sér gríðarlegar afleiðingar sem maður gerir sér í rauninni enga grein fyrir. Nei, og svo færði viðkomandi hlut í hendurnar og þá ekki eitthvað kerfi sem alveg tilbúið að taka við umbúðunum möglunarlaust. Akkur þarf ég að borga sorphirðugjald? Ég á að fá greitt innan gæsalappa, helst frítt, fyrir að skila hráefninu frá mér til aðila sem geta búið til úr því annan virðisauka. Akkurat. Þannig myndi kerfið virka. En það virkar ekki og þess vegna erum við með allt í óefni. Við vorum hérna nokkrir aðilar, íslenski sjávarklassinn og Plokk á Íslandi og Bláa herinn. Við komum með tillögu það að sveitarfélög settu svona einhvers konar spennur á lok á tunnunum heima hjá fólki. Því að tunnurnar okkar það eiga það til að lokin fjúka upp og ruslið fer í allar áttir, ráefnið. Það voru 2-3 sveitarfélög sem að tóku þessar áskorun og eitt af þeim sveitarfélagi Vogar og ég fer þangað reglulega á keyrum. Þú sérð aldrei rusl á götunum þar. Bara þetta að setja svona litla teygju á ruslatununa og það kemur í veg fyrir að það fjúki út. Já. Því svo náttúrulega verið að losa þetta rusl í öllum veðrum og þá fíkur stundum úr tunnunum. En í framtíðinni þá held ég að allir komi til með að fá einhvers konar póka heima hjá sér og setja þá það sem tilfellur sem voru þetta flokka í póka og þá þetta allavega lokaðir pókar í tunnunum þegar það fer ofan í sorphirðu bílinn sem að fer síðan með og gerir þar sem að þarf að gera úr því á þeim stað. En það svo leiðilegt að segja frá því að nú ég búin að vera að þrífa rusl í 28 ár. Þetta eru ykkur 1700 plus tonn af rusli sem að við höfum. Wow, já. Fjörurnar okkar sem að við förum reglulega í, það kemur alltaf aftur og aftur í þær, en það gamalt. Það ekkert nýtt að koma í fjörurnar okkar. En við fáum rusl allstaðar annar staðar frá. Úr heiminum minnari, frá öðrum löndum. Já. Öllum löndunum hringin í kringum Ísland sem eiga löndasjó. Við eigum myndir af einhvers konar pakningum og drasslódóti frá þeim, skilurðu. Og það eru mjög margar svona staðreindir sem að Blái herinn hefur unnið að með rannsóknarvinnu, eins og til dæmis við þrifum eina fjöru og þar var lögð sérstök áhersla á það að tína eins mikið upp af einnota drykkjarumbúum og hægt var og hún var hreinsuð í heilan dag þessi fjara og kom upp úr hún einhver 3 tonna dóti. Þar á meðal voru 115 plastflöskur til 500 metra strönd hérna að vestur á Reykjanesinu. Og af þessum 115 plastflöskum þá voru 20% af innlendu bergibrotin en 80% erlendis frá. Megnið af þessu var erlendis frá? Já. Og mikið 80%. Þetta segir manni bara hvaða mikið að koma. Ég meina, það þarf ekki nema einn góðan fellibíl í Karabíska hafinu og eyðileggja þar hús og hýbýli.
þetta fer allt út á sjó og svo fyrir Golfstraumurinn og hann siglir með þetta alla leið til Ísland. Við finnum alveg óbúslega mikið af svona sandölum og svona inniskóa dæmum. Dót sem kannski ekki mikið í notkun hérna heima, þannig að það er augljóst að þetta kemur annar staðar. Og allir þessi plastkassar og allarleið frá Marokko og guðum að vita hvað hann skilur. Þetta bara máli það að höfin okkar eru svona straumakerfi og straumakerfin þau tengjast öll saman. Og við, Norður-Atlantshafið, Ísland fær allan þann pakka til sín, skilur. Þess vegna rekur þetta hringinn í kringu landi. Sum svæði eru verri en önnur, en það er svona 1 tonn á kílómetr af rusli. Sem við erum að fá erlendis frá, meinaru? Sem að bara skólar á strendurnar okkar. Við erum út af Golfstraumnum að þá erum við á þannig staðsetningu að þetta er að koma mikið til okkar, þannig að það er kannski svolítið á okkur að þrífa þetta upp. Já, og við fáum líka að norðan, frá Grænlandi, frá Noregi og Rússlandi. Við fáum, málið það er hringkerfi utan landi okkar af straumum og það fyllir víkur og voga og þessa víkur og voga þarf bara hvert einasta sveitafélag að fara að bretta upp ermarnar og sjá til þess að séu þrifin. En ef að kannski eitthvað sveitafélag ætla sér að fara að þrífa eitthvað staðar og það er bara vita mál fyrirfram að þetta gætu verið kannski ykkur 8 tonn af rusli, þá er það bara 140.000 krónur tonnið af förgun, skiluru, hvað þá allur mannskapurinn sem þarf að tína þetta upp, transporterast með þetta fram og tilbaka. Þetta er nefnilega orðið, ég líti á þetta ekkert öðru sem heldur en bara garðsláttur eða hirða trén í runnunum og sjá til þess að ef að sveitafélag ætlar að vera hreint og fínt og flott, þá þarf að líka hafa fjöröfna tandur hennar. Akkurat. Og þetta tengist þeim svolítið svona í vistfræðinni og hvernig hagkerfi hefur verið. Þú sagði við mig áður en að útsendingi byrjaði að mannkynnið og hagkerfi okkar er svolítið eins og svona katapult sem er búin að vera toguð aftur og við erum búin að vera að skjótast alveg fram, þú veist, á 20. öldinni að við veiðum bara allan fiskinn og við virkjum allt sem við getum og við kastum ruslinu bara allt. En við hugsum ekki þá vinnu sem þarf að fara í það að einmitt vinna úr þessum afurðum af framleiðslinu okkar og bara lifnaðarháttum. Af því að það mun virkilega býta okkur í bakið seinna og við munum klára ýmsar auðlindir og þetta safnast bara upp eins og ef maður þrífur ekki til heima hjá sér að þá bara safnast upp ríkið og safnast upp drullan og guð má vita hvað, þannig að það þarf að vinna í þessu. En þú sagði mér að því að ég fengi styrki frá fyrirtækjum sem sveitafélögum og svona til þess að vera að tína upp þetta raust, en af hverju er þetta ekki orðið meiri bara svona partur af starfsemi sveitafélagana eða ríkisins eins og að fá ungmenni, fá ungliða eins og vinnuskólinn er og svona, ég sé fyrir mér af hverju getur það ekki virka að vinnuskólinn sem deildir þar sem að krakkar eru bæði að tína rusl vísvegar landið en líka í svona landgræðsluverkefnum sem að vistfræðingar getur verið að beina áfram starf sem að borga sig ekki strax, en þú veist, ef þú ert að rækta upp hálendi til dæmis yfir nokkra kynslóðir að yfir frekar langan tíma þá ertu komið með mun betra land sem að er hægt að nota í alls konar dót, matvæla framleiðslu eða hvað það er, sko. En af hverju er þetta ekki orðið stærri partur af bara vinnu sveitafélaga og ríkisins eða vinnuskóla? Sko, nú má ekki líta fram hjá því að það hafa verið hérna undanfarna áratugi hafa verið frumkvöðlar í land skórækt og í alls, það hefur verið fullt af góðu fólki að leiða fullt af góðum verkefnum og þetta hefur meira og minna verið gert í svona sjálfboða vinnu, skrapandi eitthvað smá styrki og reyna svona eitthvað aðeins að láta hlutina þróast svona í róa næði áfram. Svo fer það að verða svona vinsælt trend, ef maður getur slett því, sko, að samfélagslega ábyrgð þetta og samfélagslega ábyrgð hitt og allt í kringu það. Svo fer þetta að vera
að fólk fyrir bara að sjá að það hægt að gera kraftaverk með því að taka höndum saman og gera góða hluti. Þá náttúrulega kemur líka upp annað, þá kemur upp þetta svo kallaða samkeppni styrki eða samkeppni fjármagn til þess að gera þetta og gera hitt, og þá nú oft sem að pólitíkin litast dálítið í kringum þetta. Ég veit það ekki, það ég hef stundum velti fyrir mér ef að til dæmis ekkert hefði verið gert. Engin sjálfboðaliðar og engin, já. Og þetta hefði aldrei orðið að einhverju, af því að sko mannfólki það mismunandi og það margt og það menn brenna fyrir ákveðna hluti. Ég hefði viljað sjá að hluti af til dæmis rekstrarkerfi íþróttafólks væri til dæmis að hvert einasta íþróttafélag þau færu bara í 1 eða 2 daga á ári og bara tækju að virkilega til, og þá ekki endilega kannski bara íþróttafélag, heldur bara ef að hver og einn myndi nú bara taka 100 fermetra í kringum húsið sitt 2-3 ára ári eða oftar ef því að skipta, eða getur kannski sleppt í við veturinn þegar það snjóri yfir öllu. Ef við hefðum bara þetta þessa köllunum að virkilega vilja hafa þessa hluti reyna og fína, þá þyrfti ekki að vera að hvetja þig daginn út og daginn inn, og þú þyrftir ekki að vera að posta á Facebook eða samfélagsmiðlum og þú væri búin að vera að þrífa þetta og gera hitt, og vegna þess að þú ert að næra sál og líkama þegar þú kemur í 2 tíma törn með bláa hernum að þrífa rusl. Nefnilega, akkurat. Þetta á ekki að þurfa að vera þetta initiatív dæmi að þú þurfur alltaf að vera að segja það á social media hvað þú varst að gera. Ég hef notað Facebook mikið, það bara þess að peppa liðið upp, sko. Akkurat, fá fleiri með og svona. Já. Sko, ef ég sleppi að þrífa í viku, það hefur ekkert gerst. Ég veit það bara. Þess vegna fagna ég alltaf þegar einhver að týna einhvers staðar og gera eitthvað. En svo þegar ég fyrir stuð og peppa dálítið mikið að liði með mér, þá getur bara verið svaka stemmari, skilur. Akkurat. En það þarf að þetta bara núna í þessum stemningsfasa, og þetta partur af svona samfélagslegri ábyrgð og ímyndar og auðgandi uppbyggjandi dæmum fyrir sveitarfélög og fyrirtæki, og þá verður bara að nýta það rétt. Því það að nóg að taka fyrir alla, sko. Þetta dálítið sorglegt, sko, að maður fer ár eftir ár í sömu fjörun og það eru alltaf fullar, sko. Já, það dálítið sorg, sko. Og við séum ekki með einmitt svona kerfislega einhvern veginn leiðir til þess að taka á þessu, einmitt eins og ef að íþróttafélögin og ungmennafélög að mörgum toga væru einhvern veginn hvött til þess að fara á tína ruslið og fá kannski styrki út frá því frekar en að þau reyna að selja okkur einhvern varning eða eitthvað, af hverju ekki að fá þau til að þrífa einmitt strendurnar eða hvaða sem það og eins og þú segir að þetta mjög gefandi starf, þetta gaman að þú út í náttúrunni og það ekki ofslæmt veður að þá, og með góðu fólki, að þetta mjög bara skemmtileg upplifun, og eitthvað sem við gætum algjörlega gert mikið meira og ættum auðvitað að gera mikið meira. Ég verið að reyna að vinna í því núna og það nú oft hannig að ég búin að þekkja alla umhverfisráðherra sem hafa verið frá upphafi, og ég verið svona að reyna að hvetja það með allt milli himins og jarðar, og einhverjir umhverfisráðherrar hafa nú svona séð eitthvað meira í þetta brölt bláa hersins spunnið og komið í heimsókn og svona, og ég hef alveg tekið hattinn ofan fyrir þeim ráðherrum þegar þeir koma að fyrra bragði óboðnir og koma í heimsókn og vilja kynnast því sem maður að gera. Svo aðrir sem bara ekkert kemur frá, skilur. Og það náttúrulega hundfúlt að vera búin að eyða alveg rúsalegu púður í það að reyna að fá það og peppa út að koma og gera eitthvað og ekkert gerist, skilur. En núna í dag þá þetta oft á tíðum meira svona innantómt eitthvað dæmi. Já.
vegna þess að mér finnst verkefnið stórt. En ég líti á þetta sem verkefni og ég að reyna að leysa þetta á eins jákvæðan og skemmtilegan hátt og hægt hreinsunarverkefni Bláahersins hefur aldrei meira en 2 tímar. Þá ert alveg búin að fá alla næringu fyrir sálina og líkamann. Umhverfið rosalega þakklátt og þú ert búin að taka þína sjálfu og senda hana og láta viniðina sjá það og setja like og það búin að ná tilgangu, skilur. Þá sit ég alltaf uppi með verkefnið að hafa skipulagt þetta, kannski að kaupa eitthvað bakkelsi eða bjóða þeim upp á pítsu eða eitthvað þessum hópa eða hann kom kannski með eitthvað sjálfur og svo ég eftir að fara og farga þessu. Og þegar ég alltaf með 200.000 krónar kostnað fyrir hvert verkefni í förgun, á mér, ég meina ég vann í 25 ára launalaust. Svo ég núna með svona baklönd og styrki og að reyna að gera þetta þannig að ég geri mikið meira þegar ég hef fjármagn til að fá samfélagi með mér í lið. Þegar ég fæ ekkert nema nei og vesinn og gaggrinni og niðurrif og eitthvað, þá svona segi ég nú oft við sjálf með hvern ánskotan ég að láta berja á mér af einhverju liði sem hefur ekki hundsvita á þessu. En ég á alltaf eitt leynivopn. Nú, ok. Já, ég á alltaf eitt leynivopn. Og það að leynivopni mitt það að ég hef alltaf haldið mjög opið og skýrt bókhald það hvað þetta hefur kostað mig. Skrifa niður allar tölur hvað ég gerði og þannig að ef einhver ætlar að sér að fara að reyna að rökræða við mig það að ég sé að svíkjast eitthvað í þessu verkefni, ég ætla bara fyrirfram að vorkenna þeim manni sem myndi kannski vilja taka þann slag opinberlega. Því ég get verið mjög töff. Þú ert með þetta allt skrifað niður og búin að rekja þetta allt yfir tíman, yfir þessi 28 ár. Já, þetta mér mikið baráttumál. Og ég veð ekkert í það, ég hef tekið rosalega mörg hæg skref. Ég hef ekkert hlaupið í þessum verkefni, Og þegar ég finn það eitthvað ekki eins og að vera, þá bara fer ég og hugsa minn gang upp á nýtt. Hvernig þarf ég að nálgast þetta öðruvísi? Þeir öllur á bóndukvöld, það á ég ekkert í þessu drasli sem út allt. En leynivopni mitt, ef ég myndi nú kannski fara að sýna allar þessar myndir mínar á erlendri grundu og auglýsa hvað Íslendingar væru nú hrikalegir slúbertar í umhverfismálum. Ég hef búin að fá 2 morðhótanir, skulum ekki gleyma því. Nú það voru aðilar sem vildu mig fegan fyrir að vera að uppljóstra leiðendum í kringum þá. Og ég let bara lögregluna hafa símanúmerið þeirra því að þeir hringdu bara í farsíma minn og ég sagði ef ég þá voru það þessi gaurur. Vel gert, já, Jesús. Já, en vitið þetta ekkert flókið mál. Ef að ímynd Íslands myndi eyðileggjast það að vera hreint og fallegt land, hver ætti að rífa okkur upp á Við þurfum að vinna fyrir þeirri ímynd einmitt. Við þurfum að bæði viðhaldanni þó hún sé kannski ekkert byggð að miklu leiti á henni raunverulegu þannig séð þó við erum bara í raun heppin held ég að vera með jarðvarmann og vassvirkjarinnar og svona sem gera okkur kleift að vera frekar græn með við aðra en við erum að neyta mun meira hlutastlega per mann en aðra þjóðir. Við erum með þeim ríkar í heiminum og orkunótkun okkar gríðarleg. Ég vona einilega að þetta komist í fastari farveg, að það þurfi ekki að vera einmitt sjálfboðaliða stofnanir sem eru mikið að gera þetta og að þær þurfa að vera að keppast styrk og svona. Þetta sé bara eins og þú varst að benda á að þú fáir frekar peninga fyrir að koma með afurðina með ruslið, þú skilaði inn og fer með það í réttan farveg og þér verðlauna fyrir það, þannig að það fyrir að borga sig bara á sjálfu sér og svo finnst mér allavega þetta ætti að vera
meira einmitt beitt partur af vinnuskólum, bæði hreinsun á plasti og annað en líka landgræðsla, eitthvað sem að ríkið þyrfti eiginlega bara að borga, af því að þetta er ekki eitthvað sem að sko skila sér strax í peningum, þetta er ekki eitthvað sem að fyrirtæki myndi gera í hagnaðarskyni nema þau var að fá peninga beint frá ríkinu eða eitthvað þannig á móti, af því að það að rækta skó yfir 60-70 ára, það er ekki að fara að borga sér strax, það er ekki fjárfesting sem að ykkur kapitalisti myndi setja peningana inn til þess að búast við því að fá hagnað tilbaka, þetta er eitthvað sem tekur bara langan tíma og þú verður bara að fjárfesta áfram í stöðugt og láta það vaksa. Já sko, ef við myndum búa til eitthvað slagur sem að héti bara að lifa í sátt við umhverfið, þá væri þetta bara eitt af sáttmála atriðunum sem að væri alveg á hreinu. Ég get sagt til dæmis, það er mjög vinsælt að koma á Reykjanesið í norðurljósaferðir. Þetta er selt hérna í gríð og erg. Það er búið að bjóða þessum fyrirtækjum, þessum rútufyrirtækjum að leggja nokkrar krónur ofan á hvert farþega og þá munu einhverjir aðilar vera með opið svo fólki geti farið og nota salerni. Það er ekki þegið, heldur er bara liðið út í móa mígandi og eftir hvernig einasta norðurljósárúnd sem er á Reykjanesskánum. Ég nefnilega búin að stúdera þetta í mörg ár. Það er alltaf allt fullt af klósettpapír eftir þessar rútur. Veistu það? Mér er alveg sama hvað rútu fyrirtækin kalla svona slagur sem ég ætla að senda núna, en sleppið ég að vera að koma á Reykjanes sem láta fólki míga og skít út í móa til þess að horfa á norðurljósin. Bara þið eru ekki velkomni sko. Nei. Ég hef engan áhuga því að vera að þrífa upp klósettpapír í mínu sveitafélagi þegar fólk heldur að getur kominga bara til þess að skýta á mig. Ég er ekki sátt um þetta. Nei, það er nefnilega eins og þú bendir á, það er á nógu öðru að taka. Þessi rútufyrirtæki ætti bara fjármagna klósett og þess áttar aðstöðu fyrir ferðafólki sem þau eru að græða gríðarlega á. Þú veist, það er ekki eins og þau séu í ykkur tapi eða í ykkurum erfiðum rekstri, þau eru að hala inn peninga, þau eiga alveg ætti að geta setið þess að fólk sem er almennilegar aðstæður. Þau eiga bara að vinna í samstarfi við þau svæði sem þau fara á í sátt. Þetta er ekki sátt að koma með 100 manna dag eftir dag og láta alla fara síðan út í móa til þess að pissa og það er ekkert nema klósettpapír út alla jarðir. Þetta er svo hryllilega, leiðilega ömurlegt að það hálfa væri nóg. Og akkurat á þeim, einmitt, í því samingi að við erum með fullt af plasti út allt, við erum ekki nægjanlega vel að taka á því og þrífa það upp og það bara helst áfram að hlaða upp. Þannig að við mögum ekki við því að allt fyllist líka klósettpapír og það er örugglega minna skemmtilegt að tína það upp. Þú veist, að tína upp notaðan klósettpapír frekar en að tína upp ykkur plastflösku sem er búin að vera lengi á. Ég sko bara þetta á ekki að vera eins og inn í prótókolli ferðalangans. Hann er að fara í 5 tíma ferð og hann þarf að pissa á leiðinni og það verður bara boðið upp á guðskræna náttúruna hérna einhvers staðar út í miðnesheiðinni til þess að pissa þar. Þetta er, ég veit það ekki. Þetta er fyrir neðan allar hellur. Já, þetta er fyrir neðan allar hellur. Það verður bara að segjast eins og við getum mjög víða lagað hvernig gengið náttúruna. Akkurat. Tómas Júlían Knútsson, takk kærlega fyrir að koma og ég held að ég sé ekki einn sem segi það, ég er að tala fyrir marga þegar ég þakka ykkur þér og Bláa hernum mjög kærlega fyrir að hafa staðið í öllu sem þið hafi gert og ég vona bara að þetta vaxi og dafni og verði að meiru og þetta er líklega byrjun hjá okkur inn í raunveruleika ákveðinni sirpu umhverfismál og sérstaklega svona tiltekt landgræðslu og annað. Takk kærlega fyrir komuna. Já, takk fyrir mig kærlega. Og kæru gestir, við sjáumst næst. Góðan dag.